Já. Í lokavídeónu í dag þá er ég með einn af mínum uppáhalds stjórnmálamönnum þessa dagana. Það er kanadíski stjórnmálamaðurinn Pierre Poilievre sem að er að lýsa þarna ákveðnu vandamáli sem er nákvæmlega sama vandamáli og við sjáum hér á Íslandi. Það er að segja við erum í sáðingstaðar hérna líka sett upp í betra samhengi en Kanada og Ísland ströggla við sama vandan þegar kemur á húsnæðismarkaðnum. Munurinn á þessum tveimur löndum er hins vegar sá að Kanadamenn eiga stjórnmálamann sem skilur vandan og getur útskýrt hann en ekki við. Og rétt aðeins áður en við förum í þetta ætla ég að lesa annað það er sko ef við pælið aðeins í því sem við sjáum gerast á Íslandi ítrekað stuðningur á eftirspurnarhlið það er alltaf verið að búa það til, þú veist, það er 90% lán eða 100% lán eða hvað heitir það, ekki brúarlán, hvað heitir eftir þetta nýjasta sem að það sem að fólki það þarf ekki að koma með útborgun fyrir lánu útborgun líka sko. Já, ég man ekki hvað heitir. Já, þetta hækkar alltaf verð, bara stuðningur og eftirspurnarhliðinni hækkar verð. Aukið regluverk dregur úr frambúði, þess að það er erfiðara að fá lóðir og erfiðara að fá sem sagt byggingaland fyrir verktaka til þess að byggja og það dregur úr frambúðinu, hækkar verðið enn frekar. Afleiðingin er síðan verðbólga, eins og við sjáum massív verðbólga þegar vísitalan er tengd inn í fasteignaverðið, háir vextir og óeðlilega hátt húsnæðisverð kemur síðan sem afleiðing af því og við ætlum að heyra Pierre Poilievre tala þetta. My question is regarding the housing problem. CHMC has said that Canada needs 5.8 million houses to restore the housing affordability. Liberals say that they have that already in the budget to be focused on the housing and the fairness for the Canadians, which you disagree. Why do you disagree and what's your plan? Okay, I don't disagree. The math disagrees. They've promised they're going to build, so they promised they're going to double home building. Their own housing agency said since they made that promise, home building has gone down, and that it will go down next year and the year after that. Look at my exchange with Trudeau in the House of Commons last week. To get to 3.9 million, forget 5.9 million, to get to 3.9 million new homes by the scheduled deadline of 2031 that Trudeau promised, he needs to build 550,000 homes a year. I asked him 6 times in the House of Commons, are we going to build 550,000 homes this year? He wouldn't answer. Well, the truth is he's on track right now to building about 200,000 homes, not even half of what he's promised. It's not a matter of me disagreeing. It's a mathematical fact. He's not delivering. It's a mathematical fact that 9 years ago when I was housing minister, the average rent for a one-bedroom was $973. Now it's $2,000, right? These are the facts. So has he spent a lot of money on housing programs? Yes. He spent $89 billion on housing affordability, and the result is that housing costs have doubled. The problem is he's putting the money into bureaucracy. Government bureaucrats don't build homes. Private sector builders do. Government bureaucrats are in the way. So we need to get the government bureaucracy out of the way and deliver fast, affordable permits to build the homes. 1/3 of the cost of every newly built home in Ontario is government permits and taxes. 1/3. That's more than we spend on the labor to build the home. So we're spending more on the bureaucrats who don't build anything than we do on the carpenters, framers, plumbers, and electricians who build. Isn't that insane? Like when you buy a house, do you not find it incredible? You have this beautiful house, and you say, well, where did the money, I'm buying the house for, now say it's $1 million. What does the $1 million go to? You know, you break it down, lumber, materials. You think more money goes to people sitting in government offices than goes to the people swinging the hammers, fitting the pipes, framing the lumber. It doesn't make sense. We need to cut the bureaucracy, and that's why my common sense plan will require cities free up land, speed up permits, cut development charges and fees,
as a condition of getting federal funds. If they don't hit my targets, they won't get their money. And there'll be less of those bureaucrats in those corner offices. So if they beat the target, they'll get more money. We're going to pay our municipalities the way we pay realtors and builders for the number of homes. Thank you. Þið fyndið að þegar að Pierre Poilievre að tala Justin Trudeau, þá alveg svona að tala Dag B. Eggertsson. Já. Þeir renna saman í þeir morfast saman, Dagur B. og Justin Trudeau. Og það nákvæmlega þetta með áherslu Dags B. Eggertssonar á að það megi ekkert byggja nema að sé þétting byggðar í kringum einhverja ímyndaða borgarlínu og má alls ekki nota byggingaland sem í útjaðri borgarinnar eða hvar annars staðar, allt verður að vera í kringum borgarlínuna, þétting byggðar sem eru helmingi dýrari og flóknari aðgerðir til þess að fyrir byggingaverktaka til þess að byggja eignir sem eru á viðráðanlegu verði, það ekki í boði. Það bara 1.000.000 krónur fermeterinn í þéttingu byggðar og síðan koma alls konar svona lausnir sem að vera að dæla inn á eftirspurnarhliðinni sem að hækka verðið enn frekar. Og Dagur B. Eggertsson á öllum líkindum að fara að vera á lista Samfylkingarinnar í alþingiskosningum næst. Yes! Hann hoppar yfir og þá, já, þú segir yes af því að þú gerir ráð fyrir því að það muni þá draga úr fylgi Samfylkingarinnar sem sennilega rétt hjá þér. En eins og ég segi, Pierre Poilievre að ávarpa nákvæmlega sama vandamál og við sjáum hér á Íslandi og það alveg eins og að sé að tala Dag B. Eggertsson þegar hann talar Justin Trudeau. Það merkilegt og þeir eru líka samflokksmenn svona nokkurn veginn, Dagur og Justin og eru svona með svipaða hárgreiðslu og þetta bara einhvern veginn eins og þessi sé sama manneskjan, mjög fyndið. En hvernig þetta að horfa á þetta og vera bara ég sammála leiðinast Trudeau í þessum málum. Já, ég veit. Hvernig þetta að sjá þetta, hann svo geggjar þessi gæði. Já, hann geggjar og mun alveg pottjett sigra Justin Trudeau og verða næsti forsætisráðherra Kanada sem betur fer. En það uppgangur öfga hægrimanna sem að við sjáum bæði vestanhafs og í Evrópu.